Já, nú ætlum við að ræða svolítið mál Óskars Flóris Bókanegra, 17 ára dreng sem frá Kólumbíu og hefur verið hérna og með fósturforeldra á Íslandi en Útlendingastofnun vill vísa á landi. En við langar að ræða það mál en svona við getum sagt svona almenna borgara. Mér langar svolítið að vita hvernig það að vera í landi þar sem að þú ert bara mjög ósáttur við stjórnvöld og finnst stjórnvöld vera að gera eitthvað sem að brýtur gagnvart siðferðiskenndinni. Ég tala hérna seinna í þáttinum við konu, rússneska konu sem núna úti í Rússlandi sem býr við þær aðstöður og ræða það svona hvernig það fer með okkur að vera í þeirri stöðu. En það hljóma kannski sem lítið mál í samanburði, mál þessa drengs, en við vitum það að framtíð heimsins hvílir oft á einu barni, eins og það er sagt. Og þess vegna fékk ég 3 svona almenna borgara úr samfélaginu til að koma hingað og ræða þetta mál. Þetta er ekki málsaðilar, þetta er ekki lögfræðingar, þetta er ekki hagsmunaraðilar, hagaðilar, eins og sagt er. Þetta er bara venjulegi borgarar sem að reyna að vilja að lifa í góðu og fallegu samfélagi sem í takt við þeirra siðferðiskennd. Og hingað komin Arna Gretarsdóttir sem sóknarprestur upp á Reynivöllum. Hvað heitir það? Reynivallaprestikall? Jú, Reynivallaprestikall. Það lítil og falleg kirkja, ég hef svona komið í hana. Já, mjög falleg. Það alltaf gaman að vera í messu í svona lítilli kirkju, það verður eitthvað svo... Það var svo náið. Já, það bara svona síðan í stofu, þess að sé í fermingavistu. Já. Bara að mæta með kaffibóllan í messuna. Já. Og hérna Haraldur Þorleifsson sem frumkvöðull og tónlistarmaður. Góðan daginn. Og borgari. Og hér annar prestur, Bjarni Karlsson, en hann guðfræðingur í sálgæslu og sálfræðistofinu Haf. Ekki. Herðu, ég veit ekki, við erum náttúrulega búin að fjalla þetta mál í sjálfsögur, tala við fósturforeldrana og lögmanninn og hitt og þetta. En ég að velta þessu, nú búum við í þessu samfélagi og allt í einu ákveður stofnun í samfélaginu, Útlendingastofnun, að vísa þessum dreng í burtu. Ég býst við þessi og fáir landsmenn sem sammálaði að Ísland sé betra samfélagi ef þessi drengur fari. Já. Eða ekki? Já. Haldið það séu margir sem á því að þetta sé aðgerð sem við verðum að ráðast í til þess að Ísland verði betra? Ég hef engan hitt, sko. Nei. Ég held að sko, á ég tók orðið hérna, sko, að þetta þetta komið út fyrir það vera mál sem eitthvað svona málefni sem við skulum eftirláta sérfræðingunum að annast og höldum nú að okkur höndum og þessi hugmyndu sérfræðingi sem bara að klára hlutina. Við þurfum alltaf að hafa sérfræðinga og við þurfum að hafa kerfi sem virka og við getum ekki og það allt saman og útlendingamálin eru og verða alltaf flókin. Við höfum, sko, svo þetta mál með þennan dreng, alveg svo með Jasan sem velti nú einni ríkisstjórn. Og sem að Haraldur þekkir ágætlega, hann tók þátt í þeirri baráttu, ekki? Jú. Og sko, þetta er svo svona þetta er svo náskylt vegna þess að þetta varðar þjóðarsálina og þessa pólitísku spurningu nefnilega. Hvers konar samfélag ætlum að vera? Og þarna erum við komin, þarna erum við bara með vegalvægt barn sem að bara myndugt fólk ákveður, heyrðu, við ætlum bara að krakki, við bara náum í þig, þetta er ekki hægt, við ætlum ekki að horfa upp á þetta, við sækjum þig. Og svo bara farið allan til Kólumbíu til að sækja hana krakka, bjóða honum heimili og fjárhagsinn og öryggi og bara standa með hann, bara myndugt sterkt fólk sem velur ásamt sínum börnum og hliðstæðum aldrei bara, heyrðu, við gerum þetta. Sýnum bara hérna mennsk og manndóm, stöndum í lappirnar og verum ekki aumingjar. Og þau eru, sko, í stað að heiðra þetta fólk, þá eru þau hundsund og svo eru þau hundelt og nú lifa þau við, sko, yfirvofandi innrás inn á heimili sitt. Það sem á að taka þennan dreng og enginn, sko, ekki ein manneski, ekki heldur fólki sem að síðan farið að framkvæma þessa
sko þessa aðför að barni og heilbrigðu þess, þetta ósvinna og það vita allir að þetta ósvinna. Og svo líður held ég þorra Íslendinga þannig, já, það verður nú gripið inn í þetta gerist ekki. Þetta hefur gerst áður, sko. Þetta hefur gerst. Og ef að þessi drengur, og það er það sem ég veit, vegna þess að ég var nú bara rétt án að ræða við fósturmóður hans og sko, hvað gerist í sálarlífi barns? Hvað er að gerast í sálarlífi Óskars núna? Og við munnaðum þegar við vorum sko 17 og 16 og 15, þetta voru eilífðar ár sem að gengu yfir og lífið var segfljótandi og tók langan tíma og maður var að fara í gegnum svo hraða breytingar og ef að hann, sko, þessi drengur, það skilur það hver einasta heilbrigð manneskja að það er ekki hægt að bjóða þessu barni upp á meiri misþyrmingar, hann er búin að vera heilan mánuð fyrir utan það að vera sko hafnað af föður sínum og ekki ætla ég að leggja mat á það, ég þekki ekki til þess en ég bara áttam á því að þetta er og það talaði að hann hafi orðið fyrir ofbeldi hans hálfu og faðir hans yfirgefur hann þegar þeir eru komið nauðug til Kólumbíu og skilur hann eftir þetta vegalausan á vellinum og þar vitum við ekki fyrir hverju hann hefur orðið vegna þess að það er valið að tala ekki um það og hans vegna og hann kemur traumatíseraður illallir reika til landsins loksins þegar honum er bjargað heimtur úr helju sko eru ekki stærri mál í þessu þjóðfélagi og stærri öryggismál varðandi almenning þarf að setja þessa orku í þessa augljósu misþyrming á barni í þágu hvers, hvað? Það er enginn að biðja að honum sé hann er ekki að biðja ríkið neitt hann er bara að biðja að fá verið í friði. Já. Og bara fólk sem ætlar að taka utan og þarna eru afar og ömmur og frændur og frængur og stór fjölskylda sem er mjög bara öflug og sterk og bara getur hluti og það segja, heyrðu, við ætlum bara að gera þetta og þess vegna er það alveg augljóst og ég veit ekki hvernig stjórnmálamenn ætla, ég veit bara ekki hvernig ríkisstjórnin, það búið að horfa á eina ríkisstjórn fara út af hliðstæðu máli, ég veit ekki hvernig ríkisstjórnin sem að núna er tekin við sko, hvernig á að horfa í augun á þjóðfélaginu ef það er ekki hægt að bara grípa inn í þetta mál með eðlum hætti. Þetta er það sem að verið þarna að biðja og einmitt, takk fyrir að kynna okkur sem almenna borgara, það er nákvæmlega það sem við erum almenni borgara sem erum bara að tala fyrir hönd í þessu máli, sennilega sko þorra allra Íslendinga náum nú sönsum og leysum þetta mál sko nóg dynur á tímum sko barnamorða og alþjóðlega stóða. Já, ég nefnilega hefur svo ofboðslegar áhyggjur af þessari fyrirmynd sem stjórnvöld er að sýna. Sko það er börn og unglingar sem er að fylgjast með þessari atburðarás. Já. Og hvað er að segja? Þegar eitthvað bjátar á og eitthvað kemur upp á það ríkið, samfélagið, þessi samfélagsáttmáli, alþingi, embættismenn ekki að grípa inn í. Það eru skilaboðin til allra barna og unglinga hér á landinu. Og það er það sem að, sko, og ærandi þögn frá fólkinu sem er kosið til þess að fara með ábyrgðina fyrir okkur til þess að taka. En skilaboðin eru hver? Að það er eitthvað mikilvægara heldur en velferð þess að drengs og hvað er það sem er þá mikilvægara? Það er náttúrulega bara gömul saga á ný. Það er þetta lögræði. Þessi ofboðslega stífi rammi sem að sko og þessi skilaboð að tilfinningarök séu ekki gild rök. Það er nú eitt sem mér finnst alveg alltaf magnað þegar verið að ræða hlutina. Tilfinningarök séu bara einhvern veginn með sópa því einhvern veginn í teppi því að þú veist, rök það eru allar ákvarðanir byggðar á tilfinningum. Það er bara eitthvað sem við vitum sem að höfum eitthvað að gera með fólk og vinna með fólk. Tekur enga ákvörðun á þessi tilfinningu bakvið og þegar að lögin er ráðinu þannig að þau þjóna ekki fólkin í landinu, þjóna alls ekki börnum, þá erum við bara komin á frekar leiðilegan stað og við höfum átt atburðarás núna síðustu ár sem við erum búin að stíga fram mörg hver á Facebook að minnstakosti og einhvern samfélagsmiðlum og önnur í fjölmiðlum þar sem við erum og forseti Íslands hluti alþingis fólkinu ráðherrar hver á fætur öðrum
og taka undir það að við ætlum að vera riddara kærleikans og við bara trúum því en þegar við fáum tækifæri til þess að stíga það skref í reynd þá bara þögn við bara Alþingi bara verður að grípa inn í núna og Alþingi getur það held ég að það sé bara algjörlega þannig ég er náttúrulega ekki löglegar manneskja en sko og ég held og það sé alveg rétt sem þú ert að segja Bjarni að það bara ríður á hvernig samfélag við viljum vera það verður að hrópa eftir tilgangi það verður að hrópa eftir trú það verður að hrópa eftir meiri samkennd og kærleika og svo bara allar þetta eru lokaðar og það er slegið á fingur þessa góða fól sem að vill koma til aðstofar þegar að sko mikið ríður á þegar drengur er í svona slæmum aðstæðum að hann þarf á hjálp að halda og þar er þjóðarsálin íslenska held ég þarna slæðir hjartað og þetta bara misbýður mér og ég er nú ekki mikið fyrir það að tróða mig fram í fjölmiðla en þess vegna fórum við að stað Dr. Sigurvin fór á stað og 100 prestar það er eitthvað að siðvitinu, það er eitthvað að dómgrindinni sem segir nefnir þessu og þess vegna er verið að stíga fram það er eitthvað ekki í lagi við erum að fara í eitthvað vitlaus átt og ég bara trúi því og bið fyrir því og það eru mjög margir sem eru að biðja fyrir því að þetta fari bara vel og ég held að geri það þangað til að, maður sér annað en maður má ekki hætta, maður má ekki stoppa að Haraldur, hvernig lítur þetta við þér? Þú varst nú framalega í baráttunni fyrir Jassan það leit ekki alltaf vel út það komu ósigrar áður en að það ekki? Það eru öllum komum sögum að vera hæður og læðir og ég er nú svo bjartsýnn að ég trúði alltaf að sagan endi vel og í því tilfelli þá endaði það vel að Jassan fekk að fá að eiga heima hérna og lifir eins góðu líf og hann getur lifað sem að ég er mjög þakkláttur fyrir ég veit ekki hvað ég á að segja annað en það sem búið að segja ég kannski bara fara yfir þetta frá mér líka að ég er ekki lögfræðingur ég er ekki sérfræðingur í þessum ferlum og þessum lögum ég held að útlendingamálin séu flókin það eru margir með alls konar skoðanir og ég vil alls ekki stimpla alla sem að halda því fram að það þurfa að breyta ykkur í því hvernig við umgangumst útlendingamál ég vil bara leyfa fólki að hafa þær skoðanir í friði og ég held að það sé margt í kerfinu sem á eflaust laga og bæta og breyta þannig að ég vil ekki taka svona mál og eins og mál með Jassan eða eins og málið með Óskar ég tala ekki þau sem einhverja allsherjar lausnir á útlendingamálum ég held að það sé betra að tala þetta sem einstök mál og þarna strákur sem er búin að ganga gegnum hluti sem enginn okkar hefði viljað ganga gegnum hann er búin að fara í gegnum ofbeldi hann hefur verið skilinn eftir af foreldrum sínum sem að hlýtur að vera það erfiðasta sem nokkuð barn getur lent í og í þessu öllu saman hlýtur að hafa verið mjög mikið myrkur fyrir hann ég trúi ekki öðru af því ég veit eins og þú segir hvernig að vera 16 ára barn og það getur þyrmt yfir en síðan gerðist kraftaverk og ég er nú ekki trúaður það er nú 2 prestar að hlýna mér það gerðist kraftaverk og það kom ljós og það kom fólk inn í þessa sögur sem var til í að gefa þessu barni það sem öll börni skilir sem ekki bara húsnæði, það ekki bara fæði og klæði heldur til í að gefa honum þess að skiptir öllu máli sem ást og samkennd og umhyggju og þau tók hann inn í sína eigin fjölskyldu og það finnst mér ótrúlega fallegt það eina sem við hinn þurfum að gera að segja já við erum ekki að biðja þau eru ekki að biðja peninga, þau eru ekki að biðja neina aðstoð við þurfum bara að segja já og kannski þau sem að vilja vera ekstra næs geta sagt já takk og að því að ég er að vona að við fáum það í gegn að þessi strákur fái að búa hérna á Íslandi að þau fái að koma honum til manns og ég trúi því að ef að hann færa allt upp hérna þá mun
mun hann endurgreiða okkur það margfalt og fyrsta gjöfin hans til okkar verður að þetta mál fari í gegn og við sýnum hver við erum sem samfélag og við sýnum að við erum samfélag sem að tekur hagsmuni barna framfyrir allara hagsmuni af því ég held að það sé ekkert mikilvægara heldur en börn og ég bara trúi ekki öðru en að fólki sem að koma að þessu máli sem hefur tekið þessu ákvarðanir fólki sem hefur kosið til þess að vera samviska þjóðarinnar að þau átti sig á því að það hafi verið gerð mistök og þau sjá að sér og við sjáum það gerast sem að gerast í máli Asan að þessi strákur fá að vera hérna og það er bara mín einlega trú að það muni gerast, það muni ekki gerast á þess að það veri talað um það og það verður ekkert gert á þess að það veri barist fyrir því og ég held að aftur þá er ég þakkláttur fyrir það að búa í samfélagi sem allavega best fyrir því sem að skipta máli. Má ég segja ykkur aðeins svona að því að ég var að velta fyrir sér að það er fólk sem er að taka ákvarðanir sem að stangast á við ykkar bara siðferðiskend. Ykkur finnst ákvarðanir þeirra að vera bara vondar en fólk er líklega að taka ákvarðanir út frá ykkurum forsendur sem þau til að vera réttar. Ég á ættleitadóttur frá Tógó sem að við ættleitum út í Tógó og þá hittum við þar embættisfólk og þegar maður talaði við það þá hafði það mikla forvitni fyrir hver við værum, hvað við kæmum. Sögu dóttur okkar sem hafði bjargast svona fyrir kraftaverk, svona kraftaverkasaga og allir mjög tókana inn á sig. Dómarinn sem að úrskurðaði að við getum orðið foreldrar hennar gerði svona hlé á athöfninni áður en að fólk færi og sagði við skulum hafa í huga hvað hér hefur gerst. Hér er þessi litla stúlka sem að hefðu öllu líkitum dáið eða hún ekki bjargast fyrir kraftaverk. Foreldrarnir gátu ekki séð henni farborða og voru örvæntingafull og losu sig við hana. En svo er fólk frá Íslandi, landi sem ég veit ekki sem hvað er til að taka hann að sér. Og ég vil að við áttum á gráði hvað er að gerast hérna. Þetta er stórkostlegt, fallegt kraftaverk og ég sting upp á því að við stöndum upp og klöppum. Þetta gerur dómarinn? Dómarinn. Já. Síðan þurftum við að fá viðurkenningu ættleiðingarinnar hérna á Íslandi og þá gekk maður á milli Pontiusar og Pílatusar og þá var aldrei neitt áhugi á, aldrei tilfinningarök. Enginn vildi skilja málið út frá mennsku eða tilfinningu. Og ég fekk svona tilfinningunni að það er eins og fólk telja að vera fagmennsku að þegar þú kemur í vinnuna og ferð úr skónum og inn í skóna og skilji líka hjartaðar eftir áður og kemur á sinni störfum. Og ég held að þetta sé eitthvað svona stórkostlegur misskilningur í okkar kultúr og okkar menningu. Að halda það ef þú ert að fara með svona vald að þú gerir það betur með því að hafa ekki hjarta með þér. Ég get alveg sagt ykkur að þú gerir það bara ömurlega ef þú ert ekki með hjartað í vinnunni. Og hvaðan kom þessi hugmynd að fagmennskan og kerfin gengur best ef það er hjartalust? Ég held að sé bara einföld skýring á þessu. Fólk er að verja sitt eigi hjarta. Það er bara þannig. Þú veist, ef að flutni verða á erfiði þá er bara miklu betra að setja smá vegg. Og þá kemur þetta ekki, þá kemur þetta ekki við þig. Og þá getur þú afgreitt alls konar mál af því að það er einhver lagabósta sem segir hann að eigi að vera svona. Þú getur sagt, the computer say no. The computer getur sagt það vegna þess að hún er hjartalust. Já. Þetta er svona bara það sem að ég held að það sé ekkert flóknara því ég held í grunninn séu allir. En við getum ekki haft þannig kerfi. Nei, svo er það. Það þarf að innlega einhverju hjartagerku eða bara leyfi til þess að vera mennsk. Og það er líka, mannréttindasáttmáli Sameinuðu þjóðanna og barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna, já, hann gengur út frá þeim tilfinningarlegu rökum að hver einasta manneskja sé óendanlega dýrmætt. Það er bara heilug. Bara heilug. Gengur út frá mannhelgi, auðvitað er það tilfinningarök. Þú getur ekki, þetta er ákvörðun sem er félagsleg og tilfinningarleg og hápólitísk. Og þetta er líka raunsæði, Bjarni, vegna þess að þú ert heill heimur og þegar þú hverfur, þá hverfur sá heili heimur með þér. Þess vegna er hver einstaklingur heilagur. Nákvæmlega. Og það er ekki til annar heimur, heldur að sá sem að við berum með okkur. Og þess vegna er þetta líka
sko, og það akkurat þetta, tilfinningar og heilbrigð skynsemi eiga alveg óskaplega mikilvæga samleið. Og við höfum, og við skulum ekki gleyma því að þetta í sko eftirleik eftir styrjaldirnar 2 þegar sko samfélag veraldarinnar sko lá í sárum og fólk var að hugsa, heyrðu, hvernig gat þetta gerst? Hvað það sem hefur farið hérna úrskeiðis sem gerði verkum að við höfum getað kallað allan þennan viðbjóð, allan þennan dauða hvert yfir annað og látið milljónir mannslífa fara forgörðum og höfum beitt hvert annað sko skefjalausu ofbeldi og bara menningu dauða og ofbeldis og í þessum rústum satt sko heimsbyggðin og stofnaði Sameinuðu þjóðirnar og komst að því, heyrðu, við skulum ákveðum það nú að því að við finnum það á eigin skinni, að því að það er búið að brenna okkar eigin skinni, að ef við umgöngust hvert annað eins og sorp þá erum við að brjóta lífslögmál sem við höfum að gefna á að brjóta. Það er vitneskja sem við höfum, sem er tilfinninglegs eðlis, að það er eitthvað varðandi mannslífið sem er óendanlega dýrmætt og við höfum ekki efni á að umgangast með þessum hætti. Og Sameinuðu þjóðirnar eru stofnaðar og mannréttinda yfirlýsingin er kalkúleruð út og verið að útskýra í hverju eru mannréttindi fólkin, hvað það að vera manneskja og þessi hugmynd sem er að ef þú sko barn sem fæðist, það er heimsins barn og það það er komið inn í sko, við berum ábyrgð á hverju barn sem fæðist og þetta og barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna þarna og við erum talandum lög, við erum, sko þetta eru lög á Íslandi og Ævar vísindamaður sem er okkar er UNICEF ráðherrann á Íslandi, hann talaði algjörlega skýrt þetta með mjög góðum hætti einmitt á fundinum á mánudaginn, mótmælastöðun á mánudaginn á Austurvelli, þar sem hann undirstrikaði það sem einnig var undirstrikað í máli Jasan að mannréttinda, sko barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna hefur samþykktu sem lög á Íslandi og ef að okkar embættisfólk framkvæmir þvert á hagsmuni barns, varnarlaus barns, þá verður að brjóta lög. Þannig að þarna stöndum við og nú blasir þetta við og það er sko og þessna og það sem mér finnst mjög áhugavert í þessu er það að þetta er orðið af pólitísku máli. Það er búið að viðurkenna það. Þetta er ekki lengur bara á borði embættismanna. Þetta er komið inn í pólitíkina, samfylkingarfélagið Hafnarfirði, þar sem drengurinn býr, er búið að taka þetta mál upp á sínar herðar og úrskurðum þetta mál fyrir sitt leyti og þar er varaformaður samfylkingarinnar á Íslandi sko, þannig að þetta er komið inn og nú þurfum við að standa í fætur, nú þurfum við að finna leiður og ef að og það sem ekki má gerast hérna, við þurfum að vera vakandi yfir, það er nefnilega ekki nóg að segja þetta getur ekki gerst. Ef að ekki grípi til ráðstafana þá gerist það nú samt að drengurinn verður sóttur og þá er endurtekin og dýfkuð misþyrmingin sem hann er þegar búin að verða fyrir og við getum sem samfélag ekki hort upp á það, jafnvel þó að hægt sé að segja já, en þá fær hann örugglega tækifæri til að koma tilbaka. Verði það, þá kemur hann ekki tilbaka sem sama manneskja vegna þess að það verður búið að, sko það er eitthvað til sem heitir áfallastreitu röskun og það er eitthvað til sem heitir ofbeldi sem enginn og síst á þessum aldri hefur sko efni á að verða fyrir. Og þetta getum við ekki hort upp á. Þess vegna er náttúrulega fólk að rísa á fætur. En ég kynnt ykkur sem borgara og þá er það spurningi hvert hlutverk borgara. Við höfum náttúrulega stjórnmálin og kjósum, það er eitthvað fólk til þess að sinna okkar verkum og við höfum stjórnsýslu og stofnanir sem er fagfólk sem vinnur í og þau að sinna okkur verkum. Hvert er okkar hlutverk sem borgara í samfélaginu til þess að halda því upp? Segjum að við séum í samfélagi sem að
brýtur gegn siðferðiskennd okkar og vilja. Erum við þá að samþykja það með aðgerðarleysinu? Erum við samsek stjórnvöldum? Ef að Óskar verður sóttur inn á heimilið og farið með hann út á flugvöll og hann sendur landi, þá það gert í okkar nafni. Það nú það sorglega við þetta. Það bara gert í okkar nafni. Búið með lýðræðis líki. Já, en við erum svona, þetta algjört neytenda samfélag sem við erum og við erum bara að fara út í búð og kaupa það sem okkur vantar og við getum sagt upp áskrift á fjölmiðli sem við viljum ekki og við getum kosið eitthvað, en hvernig bara einn venjulegi borgari, hvernig mótar hann samfélagið og reynir að koma í veg fyrir að það sé samfélag sem hann vill helst ekki vera hlut af? Sko, auðvelda leiðin bara að kjósa á 4 ára fresti og láta sér síðan bara ekkert varða restin og vera bara að lifa sínu lífi. Það dugar alltaf. Nei, það dugar nefnilega ekki. En ég held að við höfum mörg verið þar. Það bara þannig. Það bara staðnend málsins. Það er bara kosið á 4 ára fresti, svo bara er hægt að vera með eitthvað svona óanægir raddir inn á milli eða í einhverjum, ég veit ekki, litlum matabóðum og einhverjum litlum grúppum og svo fer það ekkert lengra. Og sko, versti óvinnu lýðræðisins er að fólk sé á svo miklu hamstarhjóli að hafa ekki tíma til að hugsa. Það hafa ekki tíma til þess að rísa upp, það hafa ekki tíma til þess að aðstoða þá sem valdhafa til þess að fara með valdið. Af því þetta er aðstoð við að fara með vald. Já. Þú veist, og það er alveg sama hvað einstaklingur, hversu frómur hann er og sem að tekur að sér einhverja stöðu eða embætti sem að fer með ábyrgð og vald. Það þarf alltaf að hafa eitthvað með sér og það er hinn almenni borgari náttúrulega eða þá einhver hópur í kring sem að þorir að segja hlutin eins og þeir eru til þess að hjálpa viðkomandi að fara með þetta vald. Og það, ef við horfum ekki að lýðræði svona, síðan náttúrulega margar leiðir. Þú veist, maður getur talað eins og við kannski predikunarstólnum sumir eru ljómandi góður að koma fram í fjölmiðlum og aðra að skrifa greinar og við verum að nýta allar þessar leiðir sem til eru til þess að hjálpa valdhöfum að fara með vald. Til þess að fá valdhafa til að snúa sér að almenningi. Þegar almenningur lætur ekki í sér heyra þá snúa stjórnstöð líklega bara einhverjum öðrum. Já, eða bara eins og við segjum kannski á biblíumálinu og taka steinhjarta og hjörtum fólks sem að þú veist, það er bara orðið þannig. Að það er svo auðvelt að loka augunum að bara loka sig inn á okkur skrifstofu. Held ég að það sé það sem getur verið að gerast. Halli, ert þú ekki svona alin upp í mótmælagöngum og fundum og svona sem barn? Jú, það var alltaf að vera mótmæla og ég held að það sé rosa mikilvægt að sama hver er við völd að það sé aðhald og að vandaldið getur blinda fólk og það getur það er í svo mörg horn að líta að það er auðvitað að gera mistök og ég ætla aftur bara að leyfa mér að segja að þetta séu mistök og þau verið leiðrétt og að fólk sjá að sér að það er okkar hlutverk sem borgarar í samfélagi það er að sjálfsögða að kjósa og fylgjast með en líka að stíga inn í þegar að eitthvað er að fara út af og það má vera í allar áttir það er alls konar skoðanir í samfélaginu og það er bara mjög heilbrigt að fólk sé að viðra þær og treysta í kompásvara? Ég held að við verðum að gera það ég held að siðferði sé alltaf fyrir ofan lög og við okkar skilningur og siðferði er einstaklingsbundin og í þessu máli þá, ég get ekki tala fyrir alla Íslendinga, en ég har bara rosalega erfitt með að trúa því að það sé einhver sem trúi því að það hjálpi einhverjum að neita þessum strák ást. Það að hjálpi einhverjum að neita þessum strákum að það sé einhver sem er til í að gefa honum það sem hann vantar mest og það hjálpi einhverjum að við látum þetta gerast. Ég held að við svona aftur, ég ætla bara að leyfa mér að trúa því að Íslendingar eru gott fólk og þeir sjáu þetta mál eins og það er og það er þannig að þessi strákur þarf á okkur að halda núna og eina sem við þurfum að gera aftur er bara að segja já og leyfa honum að fara inn í þessa fallegu fjölskyldu. Nú veit ég að þið kannski viljið svona fókusera á þetta mál vegna þess að það er möguleiki af að það sé þetta bjarga því.
En mér langar aðeins að tala svona stöðu borgarana í samfélaginu og taka bara allt annað dæmi sem ég veit að margir upplifa bara sem bara hluti af mannkinni og hluti af borgurum heimsins að til dæmis ástandi á Gaza bara hryllilegt að við erum að standa frammi fyrir þjóðamorði í beinni og getum bara hort á fólki í lófanum á okkur myrt og við heyrum bara í 10 fréttum og hádegisfréttum hvað búið að myrða mörg börn í morgun. Svona, það auðvelt að finna fyrir algjöru valdarleysi og bjargarleysi gagnvart svona fréttum. En samt við einhvern veginn þannig uppbyggð að fólk finnur til þess að þetta sé eitthvað sem að ég verða að rísa upp gegn. Ég bara velta fyrir mér hvort þessi einhvern veginn að fjalla það, hver þessi ábyrgð okkar á gagnvart fyrir hinnu versta sem hægt að hugsa sér í heiminum. Ég held nefnilega að þetta speglist mjög vel í máli Óskars og líka Jason að þessi staða og þetta eins og kom hérna fram að við bara vonum að yfirvöld sjáum þetta og við getum bara verið bara hlutverki neytandans sem búin að ráða fólk í jobbið að sjá til þess að samfélagi virki. Þessi hugmynd, hún er barnanleg og hún er yfirborðskennd og hún gengur út frá bara neysluhyggju. Eins og lífið sé bara konfektkassi og ég bara tek það sem ég vil og svo lengi sem ég kemst upp með og kortið virkar og rafmagn dettur ekki út og það er bara sáttur. Og þessi hugmynd það að vera í rauninni bara hér til að vera best útgáfan á sjálfum mér og neyta alls sem að ég næ að graðka til mín. Það er nálgun við lífið sem á endanum gengur ekki upp og við munum og ég held núna að alveg á sama tíma og ég vil taka undir þetta að við sitjum hér og við trúum því að mál Óskars fari vel. Ég trúi því. Ég bara trúi því að það fari vel og ég trúi því að ábyrgir aðalar munu grípa í þá neyðarhemla sem þeim hafa verið afhendir. Djöfulskapurinn og viðbjóðun sem á sér stað á Gaza núna, þar sem mannsandanum bara velt eins og fisk í raspi upp úr ógeði. Og það er meðvitað, við skulum ekki gleyma kunstpásunni sem var sköpuð þegar þessi fyrirlitlega árás Hamas var gerð og 1000 og eitthvað manns voru aflífuð og aðri teknir til fanga, fyrirlitlega aðgerð. En þá kom líka kunstpása þar sem að Netanyahu og hans valdafólk bara lét stilla allar linsur og nú skuluð þið sjá, takið nú eftir og síðan hefur tekið atburðarás þar sem röbbað inn í taugakerfi heimsmenningarinnar hver að það sem að raunverulega ræður hér og þessi þetta hefur svo sem alltaf verið viðfangsefnið á öllum öldum viljinn til hinna endanlegu valda, viljinn til þess að hafa algjört yfirráða valdi líf og dauða fólks. Það er alltaf verið til fyrir hendi. Nú sitjum uppi með bara af tæknilegum ástæðum vegna getu okkar mannkyns, þá geta stríðsherrar haft í höndunum tól og tæki til þess að ná enn meiri völdum en baráttan og hefur alltaf verið svo sama. Hugmyndunum yfirráðavaldið annars vegar og svo hugmyndunum almannavaldið hins vegar. Og að því ég sit hér sem siðfræðingur og prestur, gamla testamentið sem fyrirbæri, sem textasafn, sem bókasafn. Undir textinni því bara stór félagsleg tilraun sem var gerð til þess að komast undan yfirráðavaldi sem að byggði píramídana og skapa samfélag þar sem að fólk kæmi sér saman virðingu fyrir lífinu. Landið skal ekki selt fyrir fullt og allt
því að það mín eign, segir Guðinn sem að þar talar. Það þurfa allir að fá frí einu sinni í viku, líka þrællin, líka dýrið, allt fólk, dýr og menn skulu njóta sangir. En Bjarni, þetta ætti ekki að vera svona, en þetta svona. Og ég sit í stólnum mínum og horfi á það að heimurinn ég bara velta verið með hvað fólk á að gera. Sumir kannski vilja horfa á þetta og segja sér svo, það nú margt ágætt í heiminum sem ég geti frekar horft á heldur en þennan hrylling. En það þessi tilfinning sem að kallar á flest okkar að við verðum að gera eitthvað. Já. Og friður og verður stríðandi ferli í átökum líðandi stund. Friður ekki aðgerðaleysi. Það er friður sem þegar þínu foreldrar drógu þau ungan í mótmálagöngunar, þegar fólki stóð á Austurvelli bæði í máli Jasons og Óskars, þetta er friðarvinna, þetta er virkt skaðleysi sem verður iðka, non-violence. Og þetta við, í nútímanum höfum við Gandhi og við höfum King, Martin Luther King og fleiri, Nelson Mandela. Virkustu, tryggustu leiðina til þess að vinna gegn imperialismanum, vinna gegn yfirráða hugmyndinni. Þegar almenningur stendur og fætur og segir, heyrðu, við setjum almannahag hér á dagskrá og við gerum það, af hverju? Að því við viljum það og vegna þess að við getum það. Og það þetta sem í húfi hérna núna á Íslandi, akkurat í máli Óskars, vegna þess að málið bara stendur þar. Það bara barn, eina ferðina, frammi fyrir íslenskri þjóðarsál og við stöndum bara frammi fyrir því prófi. Hvoru valdinu ætlum við að lúta? Yfirráðavaldinu eða almannavaldinu? Þetta er prófið. Harður, má ég spyrja þig? Því að ég sé þig beita þér í ýmsum málum. Ég býst við að, gætir alveg hugsaður að beita þér í alls konar málum, en þú þarft að taka svona ákvarðanir það, ég get ekki allt, en ég get sumt og þú velur, eða ekki, hugsaður ekki stundu þannig? Þú einhvern mál þarf að gera eitthvað, en því miður ef ég bara ekki tíman og tækifæri til að gera það. Jú, ég reyni að beita mér í málum þar sem ég held að ég geti haft árangur, þar sem ég held að mín vinna geti skila því að eitthvað gerist og oft gerist það ekki eins og ég ætlaði mér, en merkilega oft gerist það eins og ég ætlaði mér og maður getur ekki, það getur engin einn einstaklingur leyst öll heimsvandamál, þannig að við þurfum öll að velja hvaða sem við ætlum að fókusa á. Ég held að þurfum að vera taktísk að því að ég held að það er svo auðvelt að vera reiður og það er svo skiljanlegt að vera reiður í svona málum og þegar maður horfir á fréttir mánuð eftir mánuð, ár eftir ár þar sem að einhvern veginn allt að fara til fjandans, þá er auðvelt að vera reiður en ég reyni að vera glaður eins mikið og ég get af því að þannig hef ég kraft til þess að halda áfram til þess að fara í næsta og næsta mál og mér finnst mjög mikilvægt að reyna auðvitað fyrir yfirleitt velja málun út á tilfinningu en yfirleitt samt þá hugsa ég ríka meðfram því hvað er raun og veru að fara að skila árangri og hvernig skilar það árangri og hvað er besta leiðin til þess og ég held fyrir mitt leyti þá er gleðin alltaf eina leiðin. Eina leiðin til þess að breyta heiminum er gleði og ást. Ég held að ef maður fer inn í reiði þá verður maður á endanum að skrimslinu sem maður verður að berast við. Má ég spyrja þig, tekur þú þátt í svona samstöðufundum með Palestínu? Já, ég er mjög það er náttúrulega mál þar sem maður upplifir að það er mjög erfitt átt að segja við hvað maður á að gera. Taktíkin er augljós, taktíkin er algjört yfirráð yfir Gaza og að taktíkin er að gera okkur láta okkur líða eins og við getum ekki gert neitt og það við kynum það alveg, það virkar á mig það virkar á mig þannig að mér líður oft þannig að eftir að hafa horft á þetta gerast aftur og aftur og maður upplifir bara algjör uppgjöf en síðan það maður bara vakna daginn eftir og halda áfram byrja upp nýtt. Það er svolítið, er það ekki? Það er ekki gefið að góða nái fram? Ég held á endanum að svo það sé það gefið. Ef einhver heldur áfram að berjast? Já, það er bara spurning hvað er langt í endan.
og það hefur alltaf verið þannig í gegnum söguna og góða vinnur alltaf á endanum. Það bara tekur stundum alltaf langa tíma. Arna, en það þetta vonleysi gagnvart einhverju sem illt eða vont. Það svona mannlegt og skiljanlegt og Haraldur vil að segja að það er svolítið spilað á það. Að reyna að koma okkur í þá stöðu og upplifa það. Það er bara, spilað á það og ekki spilað á það. Við erum alltaf bara, við horfum á þetta, sko, þar sem er ófriður, þar er ekki Guð, eða maður getur haldið það er verið að segja manni það, þar sem er ófriður er ekki Guð. En sko, og það er svo erfitt að trúa því þegar þetta illa er í gangi, að Guð sé þar líka. Og þar verður, þar nefnilega skilur, sko. Maður verður að trúa því að þetta endi vel einmitt. Og svo þetta bjargarleysi. Jú, maður getur alltaf beðið, það er það fyrsta. En í aðgerðir varðandi þetta hræðilega ástand þarna, sko, og það er verið að reyna, og ég upplifu það allavega, það er verið að reyna að stilla mann inn í einhverjar fylkingar og ég tek ekki þátt í því, þá er ég að taka þátt í öðrum ófriði. Það er búið til annan áfrið. Og það er það sem við þurfum alltaf að vara okkur á, sko. Að vera ekki bara, með Palestínu og móti Palestínu, móti Ísraelum og maður þekki fólk og báðum svæðum og þetta er indels fólk og þetta er leiðtogakrísa. Þetta er valdabarátta. Það fjallar ekkert þetta fólk sem vil búa bara fyrir því, helst. Mest allt, auðvitað er þetta ekki myndin ekki svona einföld. Ég gerir mig grein fyrir því. En þetta er þar sem er persónudýrkun og þar sem er valdamenning og hlutverkamenning, þar sem er hlutverkur sterk, þá eru bara í vondum málum. Og þá kemur svolítið all þessu sem að þú ert svolítið að koma inn, þetta aðhald sem við vorum að tala áðan, sem að þarf að vera til staðar. En hvað getur við gert hérna á litla Íslandi? En hvað áttu við með það sem að hlutverkur sterk? Það er samfélagið, almenningur, ákveður hvaða hlutverkur sterk og hvað ekki. Síðust, ef ég tek bara presshlutverkið, því það maður er svolítið vel inn í því, það hefur verið kannski frekar veikt en það fer vaxandi og þá þurfum við prestar að gera okkur grein fyrir því. Það hefur verið veikt í samfélaginu, það hefur ekkert verið töff að fá prestan inn í skóla eða við höfum átt að vera svolítið tilbaka. En núna er þjóðkirkjan, hún vex í vinsældum, kristin trú vex í vinsældum og það sem gerist á samhliða er að hlutverk pressins og jafnvel djáknans það vald vex og þarna þurfum við að vita hvernig við ætlum að beita því valdi sem að við fáum síðan frá almenningi sem við þykjum það frá okkar sóknarbönnum eða hvernig svo sem það er. Er þessi hvatning sem að 100 prestar og djáknar skrifa undir, er það merki svona breytt viðhorfinn í þeim hópi að þið eigið að beita áhrifavaldi ykkar með öðrum hætti heldur en hingað til? Já, nú höfum við leiðtoga biskup sem að segir okkur að við höfum að stíga fram og við erum bara svolítið hlýðin og þá kem ég aftur inn í þetta, hvað fyrirmyndir skipta máli. Það skiptir máli að þetta er það sem kirkjan ætlar að gera á næstunni. Við ætlum að stíga svolítið inn í þetta almannarými sem við erum búið að henda okkur svolítið út úr og láta til okkar taka. Ég held samt að þessar 100 undirskriftir og líka ályktun prestastefnu hafi, ég held bara að sko prestum og djáknum hafi bara verið miðsboðið líka sko. Það er nú bara málið. Það er bara, þetta er varandi Óskar. Þetta getur ekki verið að þetta sé að fara að gerast. Við búum ekki í þessu samfélagi, þetta er ekki okkar upplifun að þetta sé samfélagi sem við búum í. Og það sé eitthvað á rangri leið þarna sem við viljum taka þátt í að leiðrétta kúrsinn. En segjum að segja ykkur að hlusta okkur núna og segir, ég vil gera eitthvað. Hvað á sá að gera, eða svo? Ég held að við þurfum að spyrja okkur að því, sko, er ég tilbúin að skapa rými í mér fyrir framandi fólk? Sko, er ég reiðubúin að skapa rými innan mig sjálfum mér fyrir fólk? Er ég tilbúin að hafa fyrir því að auka flækjustíð og skapandi og áhugaverða máta þannig að ég í þessum, yfir höfuð í þessum útlendingamálum. Við lifum í heimi sem að er þar sem fjölmenning er bara staðreind.
þar sem að landamæri eru mjög eru og verða mjög þokukend vegna þess að heimsmálin eru með þeim hætti. Hér verður næstu áratugina aukinn fjöldi fólks á för af ýmsum ástæðum, ef ekki af pólitískum ástæðum, þá af vegna loftslagsbreytinga af mannavöld. Og verandi sjálfur afkomandi flóttamanna, hafandi átt föðurömmu sem að flúði fátækt og basl á Íslandi, giftist þýskum hermanni sem tók þátt í andspyrnu hreyfingunni dönsku og gerðist liðhlaupi og þau flúðu með vafasöm skilríki til Marokkó til þess að komast þar af með mislöglegum hætti og komast síðan til Bandaríkjanna til að lifa sínu lífi sem heiðvirðar, sterkar og góðar manneskjur. Sko, þetta er mín æskureynsla að eiga þetta fólk og kynnast því þegar ég fekk að stálpast. Komin af flóttafólki sem að þurfti að berja sinni lífsbaráttu og gera ýmislegt til þess að bjarga sér. Ég held að við verðum að taka þetta sem sagt að því að þú ert að spyrja, hvað á fólk að gera? Ég þarf að spyrja mig. Vil ég hafa fyrir því að lifa í samfélagi þar sem að ég tek við fólki, þar sem að ég tengist vináttuböndum og félagsböndum við utanakomandi fólk. Og talandi kirkjuna, þjóðkirkjuna, við erum með, ég var lengi sóknarprestur einmitt hérna í hverfinu, einu sinni í Laugarneskverfi, í einhver 17 ár, einhvern tímann varð bruni, mikill bruni og það kom reykur yfir allan Kleppsveginn, óskapluðu bruni af hérna einhverju sorpeyðingastöð og það þurfti að rýma hús. Og þá auglisti ég, heyrðu, það er matur, það er hérna, það var drifið því að elda og hverju komu. Allt í einu fylltist safnaðarheimilið af erlendu fólki. Akkurju? Jú, vegna þess að allir Íslendingar fóru bara til mömmu eða einhvern barnanna sinna, en allir útlendingar komu. Ég var búin að vera þarna sóknarprestur lengi í hverfinu, ég hafði aldrei séð þetta fólk. Þarna áttaði ég mig á því, heyrðu, mér hefur ekki auðnast, okkur hafði ekki auðnast þá, að opna safnaða lífi sem var mjög virkt. Við vorum með 30% af öllum börnum í hverfinu í íþróttastarfi og mjög mikil virkni og þáttaka. Nei, ekki þetta fólk. Þarna held ég að við, en ég sé mjög jákvæða breytingar núna sem að takast einmitt í þjóðkirkjuna, vera hluti af lausninni. Skapa félagslega menningu sem stendur opin fyrir nýju fólki og er vakandi fyrir almannahag og vakandi fyrir því, heyrðu, við þurfum öll á nágrunum að halda, við þurfum öll á tengslum að halda, við þurfum öll öryggi og við skulum vera vitni að lífi hvers annars hérna, við skulum skapa félagslegt net sem er skapað af almenningi, þar sem við horfum bara á grunnþarfir hvers annars og virðum líf hvers annars og lífsbaráttu hvers annars og ástundu samlíðun hvert með öðru. Allt þetta getur íslenska þjóðkirkjan, hún getur verið gríðarlega mikilvægur liður í þessari vinnu sem er nauðsynlegt að við vinnum á, ekkert bara innan kirknana, þetta þarf verið í skólum og íþróttamiðstöðum og hvarvetni í félagsstarfi og kórum, hvar sem er. Þar sem við höfum fyrir því að opna okkar raunverulega líf fyrir utanakomandi fólki. Þarna brestu mikið á og ég held að við þurfum að næsta bylgja af svona félagslegri umbótastarfsemi, ég spái því að hún verði á þessu sviði. Að við munum taka okkur taki, upprunalegir Íslendingar, húrrandi hvít og taka erfiðu skrefin sem eru fólkin í því að taka raunverulega við fólki inn í félagslegt umhverfi okkar, bjóða það velkomið praktískt. Þetta sé á starfið kvennabyltinguna, þetta sé starfið byltingu samkynniðra, það er að við tökum innflytjendur og fólk annars þar að inn í okkar samfélag. Og svaraði, og þetta er sama tegund af erfiði og núningi eins og fylgir því að taka á vistkerfisvandanum, af því að það er líka mjög erfitt. En ef við ætlum að lifa af á
á þessar litlu kúlu, þá þurfum við, sem heitir jörð, þá þurfum við að taka á vistkerfisvandanum og ef við ætlum að geta það, þá þurfum við að taka á fjölmenningarvandanum. Við verðum að sætta okkur við það er ekkert að fara, það er fólk út allt, við erum hérna öll og við getum ekki látið fólk sem hneigist óvindis úrræða ráða ferlin og vera að hafa dagskrárvaldi bara vegna þess að ástunda frekju yfirgang. Halli, Bjarni, hann svarar alltaf stórt, sko, það alveg, þóttum að reyna að spyrja. Nú skal ég stoppa. Spurningin bara einn klassíska spurning. Ef það er ykkur að hlusta á okkur og segir, hvað get ég gert? Já. Og það er svara lítið. Ég ætla að prófa að fara... Þú mátt svara stórt. Endilega, þess vegna býð ég Bjarni svo oft mér finnst alveg dásanlegt að menn mæti með stóra vengi. Sko, ég held öll vandamál heimsins búi í okkur sjálfum. Þannig að fyrsta sem við þurfum að gera er að elska okkur sjálf. Ef við elskum ekki okkur sjálf, þá getum við ekki að elska aðra. Þannig að ég myndi mæla með því að allir byrja á því að elska sjálfan sig og síðan að sjá að allir aðrir, allt fólki kringum okkur er eins og við og þannig elskum við alla og þannig getum við sigra heiminn. Þetta var risastórt. Þú mælir ekki með öfuleið sem er að læra að elska aðra og átta sig á því og það er það sem að gerist oft þá líka getur maður fyrirgefið öðrum og þá rennur allt fyrir upp fyrir að kannski getur maður jafnvel fyrirgefið sjálfum sér. Það virkar auðvitað líka. Ég hefur verið að vinna í innáttina en hitt hljómar auðvitað ákveðlega vel líka. En allavega þá held ég að við séum öll eins og ef við skiljum okkur sjálf vel að þá held ég við skiljum aðra betur og við skiljum af hverju fólk lætur eins og að lætur og gerir það sem að gerir og það eru allir í heiminum held ég að halda að þeir sé að gera rétt og það er bara stundum misskilningur en það er ekki að því þau eru endilega vond. Við áttum mjög áhugavert helgispjall erfiðleikana með að elska sjálfan sig sem að ég hvet fólk til þess að horfa á. Það er eitt merkilegasta samtal sem við höfum átt við þetta borð. Helgispjall við Harald. Heyrðu, Arna, nú kemur áhorfandi og spyr þig, hvað get ég gert? Hvað get ég gert? Já. Sko, í þessu tiltekna máli, því ég er nú frekar praktísk svona, þú veist, það þarf að skrifa undir, það þarf að láta heyra í sér. Það eru undirskriftasafnanir. Já, það eru undirskriftasafnanir í gangi. Sko, því að samtakamátturinn, hann skilar bara heilmiklu og það er í honum sem að sigurinn verður unnin, held ég. Og gefa þessu örlítinn tíma, þú veist, deila á Facebook, það skiptir allt máli, bara pínu lítið. Það sem er erfitt að við getum ekki tekið allan heiminn að fótum okkar og allar bjargánum, en einhverju pínu litli og þegar það kemur að barni, þú veist, sko bjargalust barn, eða úlingur, það hlýtur bara snerta við fólki að þetta pínu litla skrif undir, deila, gera eitthvað örlítið sem að, og það er allt gert frá þeim stað sem að þið eru að tala sko. Það verður ekkert gert frá öðrum stað en bara kærleikanum sko. En dómharkan það er nú annað sko sem að hefur verið ríkjandi í samfélaginu, hún er alveg svakalega, það er ekki pláss fyrir fyrirgefningun á stundum. En það er engin dæmi að fólk hafi gert of mikið, það sem þú ert að hvetja fólk til að gera. Það er engin dæmi eftirsjá, ég hefði ekki átt að skrifa undir, ég hefði ekki átt að deila svona oft. En það er þekkt að það er eftirsjá yfir því að ég hafi ekki gert það. Já, það er nefnilega. Fólk gæti með það í það. Sko, já, akkurat. Bara við ætlum þetta að fara vel, en það þýðir það að þurfa miklu fleiri að rísa upp. Af því það eru svo margir sem að held ég að hugsi bara eins og við. Að þetta sé bara ósanngjarnt og ekki sæmandi íslensku samfélagi. Heyrðu, Arna, Halli og Bjarni, kærar þakki fyrir að koma og ræða hvernig þetta mál Óskars horfir við almennum borgurum og svona stöðu borgarna gagnvart verkum stjórnvalda sem að falla okkur ekki geð. Kærar þakkir. Takk fyrir mig. En við ætlum að halda áfram með Rauðaborðið, við erum alltaf að reyna að skilja samfélagið og heiminn og okkur sjálf. Næsti kafli er eftir augnablik. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt-brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834.